Neföndun er ummyndandi. Hún bætir svefn, einbeitingu og frammistuð í íþróttum, hjálpar til við að halda heilum og heilbrigðum tönnum og tannholdi, eykur líkur á andliti vaxi og þroskist rétt og stuðlar að beinum tönnum. Öndun okkar á það til að fara fram hjá okkur því hún er ósjálfráð. Hún er þó mikilvægur en flestir átta sig á. Því langvarandi röng öndun getur haft margvíslegar slæmar afleiðingar. Þó aðal tilgangur nefsins sé að hreinsa, hlýja og rakamætta loftið sem við öndum að okkur, þá er nefið oft vannýtt til öndunar. Mörg börn og fullorðnir anda í gegnum munnin og getur það bæði verið vegna vana eða vegna hindrana í nefinu. Ef hindrun er í nefinu, þarf að meðhöndla það eins fljótt og kostur er. Neföndun sinnir afmarka 30 hlutverkum fyrir hönd líkamanns. Ásamt því að gera okkur kleift að finna lykt, er nefið leiði náttúrunnar til að undirbúa loftið áður en það fer til lungna. Það sem nasirnar eru mun minni en munnurinn verður meira viðnám í loftflæði nefið, sem gerir það að verkum að súrefnisupptaka verður 10–20% meiri. Neföndun eykur ekki aðeins súrefnismagni í blóðinu, heldur einnig magn súrefnis sem ferðast að lokum til líffæra og vefja líkamanns. Við munnöndun fórnum við í munnunum, ekki síst á nóttunni, því þá er munnvatnsframleiðsla töluvert minni en á daginn. Þó að aðal tilgangur nefsins sé að hreinsa, hlýja og rakamætta loftið sem við öndum að okkur, þá er nefið oft vannýtt til öndunar. Mörg börn og fullorðnir anda í gegnum munnin og getur það bæði verið vegna vana eða vegna hindrana í nefinu. Ef hindrun er í nefinu, þarf að meðhöndla það eins fljótt og kostur er. Neföndun sinnir afmarka 30 hlutverkum fyrir hönd líkamanns. Ásamt því að gera okkur kleift að finna lykt, er nefið leið náttúrunnar til að undirbúa loftið áður en það fer til lungna. Það sem nasirnar eru mun minni en munnurinn verður meira viðnám í loftflæði nefið, sem gerir það að verkum að súrefnisupptaka verður 10–20% meiri. Neföndun eykur ekki aðeins súrefnismagni í blóðinu, heldur einnig magn súrefnis sem ferðast að lokum til líffæra og vefja. Við munnöndun þornum við í munnunum, ekki síst á nóttunni, því þá er munnvatnsframleiðsla töluvert minni en á daginn. Munnþurrkur veikir varnir líkamanns því munnvatni smyr og ver munnholið, stuðlar að réttu sýrustigi og inniheldur efnasambönd sem vernda bæði tennur og umhverfi þeirra. Í munnvatninu eru líka efnahvatar sem byrja meltingu fæðunnar. Munnöndun eykur því hættuna á tannholdsbólgum, tannskemmdum og andremmu, litur og útfellinga verða áberandi og slit tanna eykst. Bólgið tannhold er viðkvæmara fyrir bakteríum og veirum sem eiga þá greiðari leiðin í blóðrásina og þaðan líkamann. Bólgið tannhold getur þannig haft skaðleg áhrif annars staðar í líkamanum og aukið hættuna á sýkingum og sjúkdómum almennt. Heilbrigt munnhol stuðlar því að betri almennri heilsu. Munnöndun veldur ekki bara skaðlegum þurrki og bólgum, heldur getur hún einnig haft áhrif á vöxt og þroska barna og jafnvel stuðlað að því að tannréttingar gangi tilbaka. Eftir nótt, þar sem munnöndun hefur verið mikil, getur við vaknað úrvinda, sem getur dregið úr einbeitingu og valdið pirringi. Sé þetta ástand viðvarandi hjá börnum og ungmennum, getur það aukið líkur á greiningu og ADD eða ADHD. Við neföndun á tungan að hvíla upp við efrigóm, með brotin rétt fyrir aftan efrigómsframtennur. Við munnöndun liggur tungan hins vegar niðri og gegnir þá ekki hlutverki sínu að örva og viðhalda vexti efrikjálka. Rétt staða tungu þjálfar líka vöðvana í tungu og hálsi en þeir styðja við og viðhalda öndunarveginum. Munnöndun er ekki skaðleg í hófi, en óhófleg munnöndun getur hindrað eðlilegan vöxt, neðra andlits hjá börnum, kjálkagatni verða þá minni og afturstæðri og við byrjum lífið með þrengri öndunarveg. Við neföndun á tunga að hvíla upp við efrigóm, með broti rétt fyrir aftan efrigómsframtennur. Ef við munnöndun liggur tungan hins vegar niðri
og gegnir þá ekki hlutverki sínu að örva og viðhalda vexti efri kjálka. Rétt staða tungu þjálfar líka vöðvana í tungu og hálsi en þeir styðja við og halda uppi öndunarveginum. Munnöndun ekki skaðleg í hófi, en óhófleg munnöndun getur hindrað eðlilegan vöxt neðra andlits hjá börnum, kjálkarnir verða minni og afturstæðari og við byrjum lífið með þrengri öndunarveg. Þröngum öndunarvegi og munnöndun fylgir svo oft svefnvandamál og aukast á líkur á hrotum og kæfisvefni, sem hefur margvísleg skaðleg áhrif á heilsu okkar. Það bil 40% einstaklinga miðjan aldur hrjóta og hlutfalli fer hækkandi með auknum aldri. Hrota hljóð frá mjúku vefjunum sem víbra við öndun. Í svefni minnkar svo vöðvaspenna í hálsi og koki og þar með aukast líkurnar á öndunarvegu fallið saman eða þrengist verulega. Líkurnar aukast síðan enn meir í baklegu. Hrotur versna með auknum aldri, aukinni þyngd, áfengisneyslu, reykingum og stíflum í nefi. Karlar eru svo í meiri áhættu en konur. Hrotur geta haft alvarlegar afleiðingar og þróast oftast yfir í kæfisvefn með árunum. Þær eru þó ekki bara slæmar fyrir þau sem hrjóta, heldur skerða þau einnig svefngæði þeirra sem truflast af hávaðanum frá þeim. Það er mikilvægt að sinna forvörnum og grípa til viðeigandi aðgerða ef við hrjótum. Á Íslandi í dag eru 30–50.000 einstaklingar með kæfisvefn, en aðeins 10.000 eru greindir. Það er mikilvægt að vera meðvitaður svefn og heilsu, því mælum við eindriði með svefngreiningu til að útiloka kæfisvefn og ef grunur hrotur, gnístur eða aðrar svefna- og öndunartruflanir. En hver er meðferðin og hvað getum við gert í forvarnaskyni til að hjálpa okkur að tileinka okkur neföndun? Hér eru nokkuð góð ráð. Öndum með nefin á daginn. Öndun þín yfir daginn hefur áhrif á öndun þín nóttina og gæði svefns. Verum meðvituð öndunar hraðan. Gerum æfingar sem miða að því að hægja á öndun og lengja hvern andardrátt, einkum pásuna og fráöndun. Tryggjum neföndun í svefni. Með neföndun minnkar magn innöndunarlofts og öndunum verður hægari, en hvoru tveggja dregur úr hættu á að öndunarvegur falli saman. Einfaldasta hjálpartækið til að tryggja og þjálfa neföndun í svefni er munnplástur. Til eru ýmsar gerðir af munnplástrum með gati sem eru sérstaklega hannaðir sem næturplástrar. Plástrarnir loka vörunum og styðja þannig við neðri kjálka og minnka magnið á lofti sem ferðast öndunarveginn. Sérstakir plástrar eru svo til fyrir börn. Þeir eru með stóru gati og kallast myotape. Plástrarnir eru einungis hugsaðir fyrir þá sem geta andað með nefinu. Þeir geta gagnast vel til að spórna við hrotum hjá einstaklingum sem hrjóta með munninum en eru að öðru leyti heilbrigðir. En ekki er mælt með að nota munnplástur eftir áfengisnotkun eða inntöku annarra sljóðgandi efna eða lyfja. Bætum líkamsstöðuna. Afleiðingar rangra líkamsstöðu eru til að mynda erfiðleikar við öndun, verkir í öxlum, baki og hálsi, kjálkakvillar, hár blóðþrýstingur, höfuðverkur og hryggskekkja. Reynum svo að anda með nefinu samhliða hóflegri áreynslu. Æfum neföndun með hóflega mikilli áreynslu sem krefst þess ekki að við öndum með munninum. Höldum kjörþyngd. Við aukna þyngd getur tungurótin og hálsin stækkað og þrengt öndunarveginn. Tyggjum matinn okkar. Tyggjum eitthvað hart alla daga og þjálfum þannig viðkomandi vöðva til að viðhalda beinum og stífleika þeirra. Bætum hvíldastöðu tungu. Rétt hvíldastæða tungu er upp við efri gómhvelfingu. Styrkjum vöðvana í öndunarveginum. Stífleiki og virkni vöðva í efri öndunarvegi hjálpar til við að halda öndunarveginum opnum. Stífleiknin og virknin minnkar með auknum aldri og einnig með notkun áfengis og annarra vöðvaslakandi efna og lyfja. Með hækkandi aldri aukast mjög líkurnar á að við öndum með munnunum í svefni. Til að vinna á móti þessu má gera styrktaræfingar fyrir vöðva. Nýjasta hjálpartæki okkar hjá brúsinu er svo lasermeðferð Night Lace sem vinnur á móti slappleika mjúkvefs í öndunarveginum og styrkir hann. Svo það næturgómar.
Ef ekkert að framagreindu skilar árangri, getur reynst vel að nota sérhannaða næturkóma til að halda öndunarveginum opnum með við sofum. Næturkómarnir styðja við neðri kjálka og koma í veg fyrir að hann falli aftur. Þeir geta því hjálpa þeim sem hrjóta vegna munnöndunar og þeim sem eru með vægan kæfisvefn. Við erum meðvituð mikilvægi réttar öndunar og nýtum okkur þær einföldu forvarnir sem við vitum að geta komið í veg fyrir eða lágmarkað skaðan sem röng öndun getur valdið okkur. Við höfum enga að tapa. Með réttri öndun en ávinningurinn getur verið ómældur.